Við erum störfum fyrir ferðamálastofu sem að kannski eins og ykkur er kunnugt hefur umsjón með framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Og ég ætla að byrja á því að renna yfir svona helstu atriðin gagnvart framkvæmdasjóðnum og svo ætla Guðrún að taka við og fara yfir umsóknar eyðublaðið í sjóðinni sem er í gangi núna og svo kem ég aftur inn í það hjá henni Guðrúndóru á eftir. En ég vil hvetja ykkur til þess að bara stoppa okkur og spyrja, getur veifað og þá á ég víst að endurtaka spurninguna fyrir upptökuna sem hefur verið að gera. Og það er eins líklegt að ég gleymi því en endilega ef þið á leiðinni eru með einhverja spurningar þá skulum við bara rétta upp hendi. Og Framkvæmdasjóður ferðamannastaða, hann er stofnaður með lögum 2011, nr. 75 og hann úthlutar fyrst 2012 og svo vex hann nú svona umfangi bæði peningum og umsóknarfjölda og svo er lögum er breytt á síðasta þingi og þau tóku gildi 1. júlí og síðan kom ný reglugerð í byrjun september á þessu ári. Þannig að þetta hefur aðeins breyst og við ætlum að fara aðeins í gegnum það líka á eftir. Og þetta er sjóður með áherslu og fókus á framkvæmdir. Og kannski það mikilvægasta fyrir þá sem er að spá í sækjum er hvað sjóðurinn styrkir, hvort að verkefni sé styrkhæft eða ekki. Og þetta er fyrsta grein lagana eins og hún hljóðar eftir að breytingarnar hafa verið settar inn í hana. Kannski ef einhverjir hafa verið að googla þessi lög að þá lengi vel er alþingi, það uppfæri bara einu sinni ári eða tvisvar ári alla lagabálkinn og þegar gerðar breytingar lögum ekki heild sinni ný lög að þá var það ekkert komið inn fyrir bara held ég bara fyrir 2 vikum eða eitthvað álíka og það getur verið svona ruglingslegt þá að googla og fá upp á alþingisvefnum í rauninni lög sem er búið að breyta á þess að breytingarnar séu komnar inn. En þetta er allavega eins og þetta er í dag og þá er sérstaklega tekið fram í þessari lið 1 og 2 hverju fé framkvæmdasjóðsins skuli varið til. Síðan eru svona ýmsar aðrar önnur ákvæði sem ég ætla ekki að lesa öllu upp. Þið getið fengið að nálgast þennan fyrirlestur og þessar glæru seinna. En eins og við skiljum þetta að þá þýðir þetta að framkvæmdasjóðurinn hann styrkir sveitarfélög og einkaaðila á ferðamannastöðum eða verðandi ferðamannastöðum, framkvæmdir sem stuðla að náttúruvernd, auka öryggi ferðamanna, bæta úr skorti á nauðsynlegum innviðum, framkvæmdum sem að búa til ferðamannasegla eða nýja ferðamannastaði á köldum svæðum eða ástímum. Og það getur verið þá staðir sem að er engin ferðamennska á eða mjög lítil og það geta verið svæði sem eru í heild sinni veik fyrir gagnvart ferðamannafjölda gagnvart öðrum svæðum á landinu og svo geta það líka verið árstíma sem eru ekki fullnýttir. Og síðan má styrkja undirbúning og hönnun fyrir allt ofangreint og undirbúningur og hönnun menn eru ofta að spá í hvort þeir fái styrki til undirbúnings eða hönnunar á einhverju en það sem að menn leggja skilningin þannig í þetta að það verða að vera fyrir ákveðna framkvæmdir ef menn eru ekki tilbúnir ef hugmyndin er komin það stutt á veg að menn vita ekki hvað er alltaf framkvæma gagnvart undirbúningnum að þá telur framkvæmdasjóðurinn verkefnið ekki styrkhæft. Einfaldlega vegna þess að
það verða að vera bein tengsl við konkrétt framkvæmdir, ekki að þetta sé bara verkefni sem að við getum tekið til dæmis nauðsynlegt deiliskipulag getur enda þannig að það sé ekki skilgreinda neina framkvæmdir á deiliskipulaginu. Eða allavega ekki framkvæmdir fyrir ferðamenn sem gera það ferðamannastað. Helstu breytingarnar sem verða við þessar töluverðu breytingar á lögum eru að ríkisstofnanir það geta ekki lengur sótt Það slökknaði á þér held ég. Ok. Sem sagt, ríkisstofnanir geta ekki sótt og samt sem áður geta sveitarfélög sótt fyrir staði sem eða land í eigu ríkisins ef að þeir eru einhvers konar formulegir umsjónaraðilar þessa lands. En það eins og hefur verið undanfarin ár að mjög stór hluti af fé framkvæmdasjóðsins hefur farið til þjóðgarðana tveggja og umhverfisstofnunar, það sem sagt búið. Það á að sjá á öðrum vettvangi. Og svo breytist það líka að það er sérstaklega tekið fram að verkefni á landsáætlun eru ekki styrkhæf nema, og þar er undantekningar ákvæði í lögunum, að brýnir almannahagsmunir liggi að verkefninu og það þurfi skjóta úrlausn og sérstaklega standi á. Og við hefum fengið nokkra fyrirspurnir núna í aðdragandanum landsáætlun og okkar skilningur og umhverfisráðuneytisins er sá að enn sem komið eru engin verkefni á landsáætlun. Einfaldlega vegna þess að landsáætlun verður fyrst til með þingsályktunartillögunni sem hún verður virk með. Þannig að þetta ákvæði hefur ennþá enga virkni fyrst að landsáætlun ekki til. Og svo er breyting frá fyrir lögum að einkaaðilar að þeir geta sótt í allar tegundir verkefna. Samkvæmt gömlu lögunum að þá gátu þeir einungis sótt í verkefni sem tengdust beint náttúruvernd eða öryggismálum ferðamanna. En nú eru engar skorður á því. Þeir eru algjörlega jafnfætis sveitarfélögunum í hvað það varðar. Geta sótt uppbyggingu á bílastöðum og salernum og svo framvegis. Já, ég var búinn að tala sveitarfélögin og ríkið. Og svo breyttist aðeins stjórn sjóðsins. Það eru áfram 4 fulltrúar og í stað þess að 2 voru tilnefndir af SAF, samtökum fyrirtækja í ferðaþjónustu, að þá er bara 1 fulltrúi tilnefndur þaðan og 1 er tilnefndur af umhverfisráðuneytinu. Hafið þið heyrt þetta allt aftur? Er ég að tala nógu hátt? Ok. Svo annað sem hefur breyst að áður fyrir átti hann hlutdeild í gistináttaskatti en nú hann eingöngu fjármagnaður af fjárlögum. Í fjárlagaáætluninni sem var afgreidd síðasta vor áætlaðar 800 milljónir í sjóðinn en við vitum náttúrulega ekki endanlega niðurstöðu í fjárlögum. Framkvæmdasjóðurinn hann styrkir ekki rekstrarkostnað og þar með talið fasta launakostnað fastráðinna starfsmanna og aðila og ekki reglulegt viðhald mannvirkja og en það má samt færa launakostnað starfsmanna sem mótframlag. Og við styrkjum ekki verkefni sem ekki á ferðamannastöðum eða leiða ekki til þess að staðurinn verði að ferðamannastað. Ef það verið að sækja svona nýjan segulega eða nýjan ferðamannastað þá verða að vera til þess einhver líkindi að það hefnist. En
ef menn eru bara að sækja bara náttúruvernd eða bara minjavernd eða sem ótengd ferðamennsku, þá kemur verkefnið ekki til greina. Svo hann aftur með landsáætlun, en það ekki að útskýra það aftur nema kannski undantekninguna, þeir kannski spyr einhverja það eftir. Og svo hann nýtt ákvæði í lögunum gjaldtöku og það sem sagt sjóðnum ekki heimilt að styrkja verkefni á stöðum þar sem áformuð gjaldtaka nema fyrir veitta þjónustu. Það er að segja aðilar, hvort sem sveitarfélög eða einkaaðilar, hafa eftir sem áður leyfi til þess að taka aðgang fyrir veitta þjónustu. Bara svona kannski einfalt dæmi eins og við skiljum þetta salerni eftir sem sagt ef það á að taka gjald af salerninu þá í lagi að taka gjald sem að duga fyrir þrifum og lágmarksviðhaldi. En það má ekki taka gjald sem að leiði til hagnaðar eða til þess að borga niður fjármagnskostnaðinn sem að þið fenguð í rauninni með fjármagni framkvæmdasjóðsins. Er þetta skiljanlegt eða? Þannig að þú mætti rukka fyrir bílastæði sem væru fjármagnað bara til að viðhalda bílastæðan? Já, það þyrfti að skilgreina þá einhvers konar átta sig á því hvað viðhaldið á bílastæðinu myndi kosta. Það er að segja, fyrir myndaðilina þá var spurningin svo hvort það mætti rukka þá fyrir bílastæði. Ég myndi segja að því marki sem að viðhald bílastæðinsins krefst ekki fyrir fjármagnskostnaði. Þetta mjög einfalt í praxis. En svo ekki hægt að styrkja verkefni sem lokið. Þetta nokkru sinnum komið fyrir að menn hafa kannski lokið verkefni, í skuld í því og vilja verðugt verkefni jafnvel, en þetta sérstaklega tekið fram að minnstu kosti í reglugerðinni ef ekki í lögunum líka og og þar með þetta bara algjörlega úti og hversu gott og mikilvægt verkefni var. Þannig að maður þurfa að sækja fyrirfram. Síðan klausa sem að sjaldan hefur kannski reynt á en má búast við að fái aukið vægi, kemur í gegnum Evrópusambandstilskipanir og það sem sagt minni háttar aðstoð bara leyfilega upp að vissu marki í Evrópusambandinu við einkaaðila og það sem sagt 200.000 evrur á hverju 36 mánaða tímabili. Þetta cirka 25 milljónir og núna þegar búið að reyna að setja einkaaðila jafnfætis opinberum aðilum eða sveitarfélögunum, það má búast við að fara að reyna á þetta meira á þetta ákvæði að menn fá kannski einn aðili fær styrki ákvæðu verkefni. Það er ekki óalgengt að menn fá styrki upp í jafnvel 30 milljónir og þá klárast þessi kvóti á einu ári og þá geta þær ekki sótt í 2 ári viðbót. Svo er spennandi. Mótframlagið, það breytist ekki neitt með þessum lagabreitingum. Það er áfram 20% heildarkostnaði. Það má færa vinnu fastráðinna starfsmanna til mótframlags. Ýmislegt annað sem má færa sem mótframlag ef menn eiga til dæmis efni, leggja til aðstöðu einhverju tæki og svo framvegis. Það eina sem við þurfum er skilgreiningar á einingaverðan og fjöldanum í lokaskýrslunum. Ég velta fyrir mér, ef þú ert með verkefni sem er á landi sveitarfélagsins en einkaaðili, og er það þá einkaaðilinn sem sækja það ef hann með landið á leigu til dæmis? Já, það í rauninni Spurningin. Já, spurningin hvort að hver sækir ef að hvort tveggja
þarna var sett upp dæmið, landeigandi með leigu, land, Frá sveitarfélagi? einkaaðili með leigu land frá sveitarfélagi. Og í þessum tilvikum þá gæti í rauninni báðir aðilar sótt Það sem að þarf, og við komum á þau eftir, þá leyfi eða staðfesting hins aðilans á að viðkomandi framkvæmd sé í lagi. Önnur spurning. Já. Ferðamannastað, styrkja svo aðra ferðamannastað eða verðandi ferðamannastað, til skilgreining á því hvað ferðamannastað? Það spurt hvort það sé til skilgreining á því hvað ferðamannastaður. Já, það til svona 100.000 skilgreiningar. Nei, það til býsna margar, það ekki til nein löggild skilgreining á hvað ferðamannastaður. Og hingað til hefur stjórn sjóðsins haft þetta bara mjög einfalda skilgreiningu sem liggur í orðan hljóðan. Staður sem ferðamenn koma. Þú talaðir landsáætlun, þú talaðir í raun og veru það væri engin verkefni eins og staðan var í dag. Sjáu þið fyrir ykkur að það breytist eitthvað eða gerist eitthvað í þessu máli á næstu vikum eða mánuðum? Það spurt út í landsáætlun og hvort að mögulega staðan á henni muni breytast á næstu vikum eða mánuðum. Það ekki á okkar könnu. Það sem sagt bæði önnur stofnun og annar ráðuneyti. Það að segja, þetta inn í umhverfisráðuneytinu og þannig að sjálf sér ég get sagt hvað segja innan gæsalappa eða með fyrirvara að við erum ekki aðilina til að tala þessa hluti en eins hvað best ég veit að þá stóð til að afgreiða landsáætlun núna í haust á þessu haustþingi og umhverfisráðuneytið var í svona aktífum undirbúningi fyrir það og meðal annars fékk Ferðamálastofa drög til umsagnar og vinnan í gangi, við vitum það inn í ráðuneytinu en við vitum ekkert hvað tekur við eftir næstu kosningar eða hversu langan tíma það tekur eða það mjög æskilegt fyrir framkvæmdasjóðinn og skipulag þessara mála í heild sinni að þessi þingsályktun verði tilbúin áður en verður úthlutað á sjóðnum. Og þá sem sagt mun koma í ljós hvort að einhver af þeim verkefni sem að menn hafa verið að skoða hjá sjóðnum og sótt hvort að þau eru þá tekin út úr pottunum aftur eða ekki. Já, þannig bara aðeins að hitta þessu með landsáætlunina. Þannig að við getum alveg sótt verkefni sem voru settar inn af því í rauninni hún ekki komin til framkvæmdar. Já. Já, og svo bara líkt það að koma í ljós ef við fáum sem styrki og getum ekki fengið frá ykkur. Já. Maður vill ekki láta verkefni bara dalkast bara af því að þau eru flokku einhverstað í kerfinu. Já, það sem sagt aftur spurt hvort að sé skynsamlegt að sækjum í framkvæmdasjóðinn fyrir verkefni sem að mögulega lenda á landsáætlun. Eins og staðan núna að þá öruggar leiðir að sækja öll verkefni í framkvæmdasjóðinn. Mér finnst ákveðnu leyti mjög leiðilegt að segja þetta, en það þýðir miklu meiri vinnu fyrir okkur sem erum á gólfinu að fara yfir umsóknir. Og en svona staðan. Við ætlum að fara yfir svona aðferðina hvernig sótt Þetta ákveðið ferli sem í gangi. Það auglýst að hausti. Auglýsingaferli núna í gangi. Að umsóknarfresti liðnum tekur við úrvinnsla og stjórnin gerir gæðamat með stigagjöf fyrir hverja umsókn. Í byrjun árs, vonandi, svo til að stjórna send til ráðherra. Við skulum vona að það sé búið að mynda stjórn og þetta sé allt komið. Og þá úthlutar ráðherra. Það eru gerðir samningar, verkefnin og við samningagerð eru fyrstu greiðslur. Verkefnið unnið að styrkþega, framvindu skýrslu skilaði við á. Sum verkefni eru það svona, teljast kannski ekki stór eða
þannig í framkvæmd að þurfa að skila framvinduskýrslu, en allavega loka skýrslu skila og verkefninu þá lokið. Þetta er svona ákveðið ferli, hringferli sem að þetta er eftir litum, ráðherra og síðan stjórn og ferðamálastofu og síðan ráðherra sér og síðan sjáum við ferðamálastyrum út með sem sagt restina. En það ber að sækja sem sagt inn á ferðamálastofu, við ferðamálastofu, inn á þjónustugátt sem er uppi hægra megin, uppi. Og þegar innskráningu lokið skal velja flipan umsóknir og síðan er merkt umsókn það er bara að sýna ykkur það. Ég gáði þetta dugi hérna. Átt að fara yfir að geða. Hérna. Þið sáum þetta ekki alveg? Nei, þetta. Og þetta hérna, ég er búin að opna sem sagt inn á þjónustugáttinni, er ég búin að fara inn og skrá mig á samkvæmt íslykli. Og hérna er sem sagt umsókn styrki fyrir framkvæmdasjóð ferðamálastaða. Og þið klikkið hérna á. Ég ætla bara aðeins að renna með ykkur stuttlega yfir sem sagt umsóknar eyðublaðið. Byrjum bara á að þetta er allt rauðmerkt, þannig að þið verða að fylla þetta út allt saman, nafn, lögheimili og tegund. Þá er meina hérna sveitarfélag, landeigandi, áhugamannafélög, fyrirtæki, erlendur aðili og svo framvegis. Ábyrgðarmaður er orðið líka skylda, þannig að það verður að vera einhver ábyrgðarmaður á verkefninu. Og staðgengill. Það er oft sem að verkefni kannski er í sveitarfélagi eitthvað og gleymist og það er gott að það sé fleiri en einn og jafnvel fleiri en tveir sem að koma að verkinu. Bankaupplýsingar eru líka nauðsynlegar til að setja greiðin og fylgjast með því. Ég ætla að sýna ykkur, hérna er svona við svona kannski eins og hérna kemur bakgrunnur umsækjanda, hámark 500 stafir. Það er svona spurningamerki og þeir eru aðeins að vera svona róleg, þolinmóð yfir því, en þá kemur hvað á að koma í þessu, hvað upplýsingar við erum að leita eftir. Þetta þarf ekki að vera langt, bara hnitorðað og skýrt. Staðaverkefna, það spurt sko, hafið þið fengið styrk áður eða lokið svipuðu verkefni. Og ef það kemur já, það er að, svo ef þið hafa sótt framkvæmdasjóðinn, tilgreina það og stöðu þá á verkefninu, lokið eða ólokið. Og ég held að ef það kemur nei, kemur af hverju? Prófa bara nei. Já, kemur, en það lokið, það kemur lokið og lokaskýrslu skilað og því það er búið að ganga frá, en ef þeir eru með þetta lokið en lokaskýrslu ekki skilað, þá myndi ég bara að drífa mig að senda lokaskýrsluna. Hefur umsækjandi áður lokið svipuðu verkefni, þá er það líka bara þannig að við sjáum að það er oft svona að maður er verið að fara í einhver framkvæmdi sem að kannski grunn eru þekkinga og það er oft mjög gott sko. Síðan er að heiti verkefnis. Þetta er mjög mikilvægt að fylla hérna út, hnit með hvað verkefni er, líka hvað þetta snýst. Staðurinn og hvað þið ætla að gera, kannski hvað ég segja, elgja og pallur, eða þú veist, þetta er bara eitthvað svona skýrt og hvað, út af því þetta mun fylgja, þetta kemur til oft með að fylgja í öllum skýrslum, eða sem sagt, eftir á. Útskýra verkefni í hnotskurn og staða verkefnisins, þá er sko, ef þið skilur lokið hérna, þá vitið að þið með ekki sækjum, en staða verkefnisins, þá er hérna, þegar kannski deilskipulagi lokið þegar að fara í framkvæmdir, einhvern veginn útskýringar hvar verkefni er þetta byrjunarreit, er það að fara í hugmyndavinnuna, mun alltaf að þetta þarf að leiða til framkvæmda.
Og síðan kemur hérna tegund verkefni. Þetta er upp úr lögunum og hægt að velja fleiri en einn málaflokk. Og þetta er sem sagt, þessi C-liður samkvæmt áherslu ráðherra. Uppbygging nýrra ferðamannastaða og stuðla að dreifingu ferðamanna. Þetta er sérstakur áherslupunktur í ár. Og síðan er flokkun umsóknar, verður undirbúningur, hönnun mannvirkja eða framkvæmd. Þetta er líka einnig mikilvægt að setja staðsetninguna. Það verða landsvæði, hvar sveitarfélag, póstnúmer, ég held að við séum með þau flest öll, eða ekki öll, og svo hnitin. Það er hægt að fara inn á já.is og finna inn að korta sér á já.is og finna þar hnitið á staðnum. Sem er líka bara mjög gott út af því að það er ef þið að fara á ferðamálastofu vefinn þá erum við með síðu sem að sýnir alla styrki, allir sem hafa fengið styrk og þau eru punktaði niður. Staðsetningu alla. Hérna kemur eigandi lands eða umsjónarmaður lands. Kynjahlutföll sem starfa sem skapast. Þetta er sem sagt ástæðan sem þetta er að inni, þetta er frá ríkisendurskoðun, nei, frá hverjum þetta? Fjársýslunni. Fjármálaráðunni. Kemur þetta uppalega? Já, og þetta kom í sem sagt fylgiskjal ef ykkur hefur fengið styrkirninni þá kemur svona fylgiskjal með samning. Og í því er sem sagt óska eftir kynjahlutföllum sem að starfi skapast. Og þetta er bara punktur sem við komum að setja bara inn í umsóknar þannig að það getur bara gert þetta strax. Og þá getur við líka að fylgjast með þetta ef það er óska eftir upplýsingu frá ráðuneytinu þetta sérstaklega eins og við verðum að gera núna yfir gamla styrki. Þetta er sem sagt, hefur engin áhrif á gæði umsóknum eða sem sagt? Þetta er ekkert nei, þetta er ekkert eitthvað, þetta hefur ekkert úrslitakost hvort þið fáið styrki eða ekki. Er allir þá störf til lengri tíma, en ekki bara við framkvæmdina? Bara þetta sem skapast bara núna. Skoðuðu bara hvað? Já, þetta er bara almenna gagn, þetta er sem sagt... Það er í flettiglugum? Það er bara flokkarna eingöngu. Þetta er bara átt við sem sagt... Framkvæmdina sjálfa? Já, þetta er bara með að vera að vinna hana og gera hana og klára hana. Er fyrirhuguð gjaldtaka? Er fyrirhuguð gjaldtaka? Hjörleifur útskýrði að nýja ákvæði sem er í lögunum núna gjaldtökuna. Hérna þurfa að gera ef það skrifi já. Þá er gjald fyrir veitta þjónustu. Ef þið segja já, þá þurfa að tilgreina hvaða. Ef það er tekið gjald fyrir annað, þá þurfa líka að tilgreina fyrir hvaða. Og ég spurði, veitt þjónusta geti verið aðgangurinn á sýningu til dæmis, eða hvað? Sýning er ekki... Það er ekki þjónusta? Já, svona spurning. Nei, þetta er skemmtilega loðið. Sýning er, já, sýning... Einu sem stjórn þarf að gera voru ákveða svo þegar það tekur við tillögu stjórnar er að það sé metið heilt sama með skilgrein þjónustu eins við allar umsóknir. Það er umræður út í sal yfir það. Já. Það er varðandi gjald fyrir þjónustu eða hvort það sé gjaldinn á safn, hvort það sé sama. Og þetta er einmitt loðið, þetta þarf stjórnin bara ákveða að fara yfir bara jafnt og vera með bara jafnræðis. Er ekki leiðsögnum veitt þjónusta? Það er eiginlega frekar hvort að safn sé skilgreindur sem ferðamannastaður, framkvæmd. Það hefur eiginlega verið það sem hefur verið safn tilgreind sem þjónusta eða leiðsögnum safn. Það er einmitt þetta orðið safn sem að hefur... Eða setur? Já, setur. Það er oft það sem hefur verið spurning hvort að það sé styrkhæft. Það er veitt þjónusta í upplýsingar
meira heldur en bara safnið sjálf, Já, til ferðamanna. það er mjög loðið hvað er þjónustu. Við erum búin að vera að rökra þetta mikið. Þannig að þetta er eitthvað sem að stjórnin þarf bara að fara yfir áður og hún metur umsóknar áður og hún byrjar. En þetta viljum maður að vita árum að fyrir að leggja rosa miklu vinnu við að sækja Já, þetta er eiginlega, safn er svona, Og ég að segja eitthvað. já, hvað með eitthvað? Já, setur eða safn. Sko það var þannig að með fyrri lög og fyrri stjórn, nú komið ný stjórn, að fyrri stjórn með við fyrri lög, að hún túlkaði í rauninni safnastarfsemi sem handan, sinna verkskyldu eða verkefni sem væru tengd til dæmis að búa til sýningar. Þau fengu bara heilt yfir aldrei styrk og menn fengu styrki til þess að byggja salerni við hliðin og safni Göngustíga upp á safninu og eitthvað svona, en í sýninguna sjálfa fengu menn aldrei styrk. Frágangur í kringum safnið. Já, en hvernig ný stjórn tekur á þessu er ekki alveg fullljóst. Nákvæm skilgreining á hvað er þjónusta er ekki til. Þetta verður eins og í rauninni þrátt fyrir það að það hefur verið bara mjög góð þróun í því að viðmið stjórnar þegar hún er að fjalla umsóknir er að sífellt að verða hlutlægari, að þá er það samt þannig að þetta er mat stjórnar sem að hún býr til tillögu úr og sendir áfram til ráðherra sem aftur metur þetta og úthlutar. Þannig að það var að sækja styrk til dæmis aðgengi af safninu eða skiltagerð fyrir utan og annars til lengi sem kemur inn á safnið sjálf. Spurningin er hvort að setja sækja styrki fyrir göngustígagerð að safninu og skiltum í kringum en ekki safninu sjálft. Já. Það er þannig var það. Maður hvetur alltaf alla til þess að sækjum allt það sem að þeim langar til þess að sækjum. Vegna þess að það er í sjálf sér á endanum eina leiðin til þess að láta reyna á hlutina. Það er ein spurning. Já, Ólafur heiti ég. Ég langar að byrja að koma fram áðan að upplýsingar kynjahlutföll hefði ekki áhrif á gæði umsóknar. En jafnframt er ofar umsóknarblaðinu beðið upplýsingar það hvort að viðkomandi hafi áður lokið við sambærilegt verkefni. Ég langar að byrja hvaða áhrif svör við þeim spurningu hafa á gæði umsóknar og eins í hvort að þetta sé lögmætt sjónarmið við mat á því hvort að eigi að úthluta verkefni. Þú segir spurningu. Já, vegna þess að það er sérstaklega. Já, hvað spurningin var, hvort að spurningar í umsóknarblaðinu út í fyrri verkefni. Hvaða áhrif svar við þeirri spurningu hefur? Já, ég ætla að endurtaka spurninguna. Spurningin er svo, hefur það að viðkomandi hefur lokið öðrum verkefnum eða ekki, svari við þeirri spurningu umsóknarblaðinu hefur það áhrif á matið á umsókninni og svo hvort þetta sé lögmætt sjónarmið. Þetta byrjar þessu lögmæta sjónarmiði, já, vegna þess að það er sérstaklega tekið fram í lögunum og reglugerðinni að það geti haft áhrif hvernig viðkomandi hefur staðið sig í fyrri verkefnum og B auðvitað búum við yfir þeim sem upplýsingum líka. Þetta er gert í umsóknareyðublaðinu okkur til hæðarauka að sjá það strax hvaða verkefni viðkomandi er með á sinni könnu, loknum eða óloknum. Og í sjálfu sér held ég að á sínum tíma hafi vilji löggjafans með þessu ákvæði að þetta skipti máli hvernig saga viðkomandi væri hafa að gera með bara góða nýtingu á fjármagni ríkisins. Þess að sá aðili sem hefur oft tekist að framkvæma verkefni til dæmis á þeim tímaramma sem er settur og svo framvegis, að hann er líklegri til þess að gera það aftur heldur en sá sem hefur kannski öfuga sögu. Þannig að er það þannig að bera skilja að þeir sem eru þá með nýtt verkefni og hafa ekki komið þessu áður, þeir eru default settir aftur fyrir mat og Nei, það var ekki skildið þannig.
Það var skilið þannig. Þeir sem eru að sækja núna Spurningin var hvort það væri þá samansemmerki milli þess að ef maður aldrei sótt áður að þá fari maður aftur í röðina í þessu gæðmati. Nei, það er ekki hort á þetta þannig. Þetta er aðalega hort á þetta þannig að þeir sem hafa slæma sögu með ólokkin verkefni á bakinu að það er heimilt fyrir stjórnina að veita þeim verkefnum ekki styrk bara á þeim forsendum. Nú er komið eina spurningu. Ég að vinna 90 verkefni alveg glæmju og ég þarf á aðstoð að sækja því að það má ég klikka. Það verður vel gert. Ég hægt að fá þannig núna hérna á Akureyri til dæmis að verðmálastofu eða hafiði menn litið til að ég er með umsókn eða auglýsingu. Framkvæmdasjóður ferðamálastaða að auglýsir eftir umsóknum styrki fyrir árið 2018 og það er til 25. Október. Október. Já. Það liggur á sko. Ég þarf að erlenda sérfræðinga í það sem ég er að gera. Og það er ekki tími en við getum lagt gert yfirblað sko, til að sækja svo að þetta sé tilbúið strax. Spurningin er hvort að spurningin er hvort að Ferðamálastofa veiti aðstoð við gerð umsókna. Stuttasvarið við því er kannski frekar nei heldur en já. Þó er það þannig að sjálfsögðu svörum við öllum fyrirspurnum sem að koma til okkar hvernig á að gera hlutina en hins vegar hafa aðilar iðulega leita til allskyns sérfræðinga og ráðgjafastofnana eins og til dæmis verkfræðistofa til þess að gera fyrir sig umsóknir. Og hugmyndin líka með þessari kynningu er að fara í gegnum þetta aðeins og þannig að reyna að fá okkur, eða reyna að gera þetta skiljanlegra. Þannig að það ætti að vera auðveldara að sækja verkefni eru oft misflókin, við skiljum það, en þetta er svona bara standard umsóknarblað eða blað sem ætti að vera tiltölulega auðvelt ef þið bara lesi í gegnum þetta og hérna. En ef maður klára umsóknarblaðið og halda síðan áfram. Hann talaði kostnað og mótframlag. Hérna er mjög mikilvægt að tilgreina mótframlagið eins og það var ágreint, það var 20%. Þá er það fjöldi eininga, einingu er með vaski og svo samtals. Og þá er varðandi vinnu, efni og annað. Síðan kemur og það geti, ef þið eru með fleiri kostnaðarliði þá geti alltaf bætt við. Ekki setjum maður þarna inn í styrki sem eru komnir, nei. Spurningin er hvort maður segir þarna inn í mótframlag kostnaðar styrki sem eru komnir, nei, það gerur á undan það sem maður hefur sótt áður. Eða hefur lokið svipuðu verki. Þá er þetta bara styrki fyrir þetta verkefni en samt ekki úr þessum sjóði. Já, það getur kannski, já, það er kannski stöðuverkefni, það kemur textabox með 500 þá kannski útskýrir frekar, þú veist, verkefni hefur hlotið styrki þarna, þú veist, og við ætlum halda áfram, bla bla, þú veist, á þess að vera of langt. Hérna eiga að merkja við þá reiti sem eiga við verkefnið. Hérna kemur feilu verkefni í sér, verki í sér skipulagsáætlun, þá erum við að tala aðalskipulag, deilskipulag eða hvað heitir þetta aftur? Verndaráætlun og þá tilgreiniði það. Feilu verkefni í sér hönnun og síðan feilu verkefni í sér verklega framkvæmd. Og það kemur já og þá kemur kassi og við svipað við alla. Þetta er bæði fyrir okkur til að sjá að það er gert svona raunveruleg kostnaðaráætlun fyrir verkefnið, að þetta sé svolítið svona hugsað og líka bara fyrir ykkur til að passa upp á undirbúning, gerðin, efni, smíði. Þeir eru ekki að fylla út í hvern einn kassa en kannski það sem við á. Kostnaðaráætlun er í sérskjali, það er samt að fylla inn í þetta, það er bara lokatölu. Hvað segirðu? Kostnaðaráætlun fylgir með í sérskjali, sko. Spurningin er ef kostnaðaráætlun fylgir í sérskjali, hún má bara fylgja með og fyllir inn í þetta, en svo fyllir inn í þetta að einhverju leyti
og svo má kostnaðaráætlun fylgja með. Það er ekki gott ef þetta er allt 0, sko. En það er alltaf gott ef frekari gögn fylgja með, það er hægt að aftast í umsóknarblaðinu, þá er þetta upload files eða leyfa að fylgja með, það bara förum í það eftir. Hérna er áfangaskipting varðandi 2018, það er svona að hugsa hvernar ef þetta felur í sér hönnun og framkvæmd, að segjum að hönnunin janúar, febrúar og það er kannski fyrsta áfangi. Ef þetta er í mörgum áfengum þá er gott að skipta því niður þannig að við sjáum og líka að gera í grein fyrir ykkur hvernig þið fyrir að ljúka verkefninu. Og hérna þá koma samtals úr áætlaðar heildarkostnaðurinn og svo umbeðin styrkkaupa. Þá er þetta með mótframlaginu og kostnaðaráætlunni. Þá kemur hún samtals hérna niðri og þá gerir ykkur grein fyrir umbeðin styrkkaupað að mínus 20%. Já. Þetta förum við betur í á eftir. Hérna frekar upplýsingar verkefni tengt gæðamati. Hjörleifur fer yfir gæðamat á eftir, en það sem ég ætla að sýna ykkur hérna er forgangur vegna náttúruverndar. Sjáðu, það geti ekki hagað, verkefni hefur engin áhrif á náttúrunni, það geti ekki hagað í alla, en þá er það tilgreina hvað er, afturkræfar og óafturkræfar skemmdir, vegna öryggis, þá er það sama hér, tilgreina þá hvað það er sem það er. Já, þau verður bara ofta að vera þolum á þeir. Yfir spurningamerkinu. Þú fer betur í þetta eftir Hjörleifur, ekki? Já. Og síðan þetta nýja, þessa áhersla frá ráðherra, þetta dreifing ferðamanna. Verkefni dreifir ferðamanna til svæða með litla ferðamennsku og verkefni dreifir ferðamanna á árstíða með litla ferðamennsku. Þetta er sem sagt sér þáttur núna í þessu umsóknarferli. Og þá kemur spurning í hverju nýnæmi verkefnisins. Og það er 500 stafir, þetta er ekki rosalega langt, 500 stafir, þannig að það er best að vera bara mjög skýr. Annar forgangur, verkefnum bætir úr skort á grunnþjónustu, aðgengi fyrir alla og svo sjálfbærni. Og þá er hérna, hvort þetta sé tengist aðalskipulega vegvísi áfangastaðaáætlun DMP, sem við vonandi heyrt Og hérna koma svo fylgiskjölin. Áður en útfylling hefst er best að hafa lokið við og vistað á eigin tölvu öll fylgigögn með umsókninni. Þannig að þið hafið þetta til hliðar að þurfi ekki fyrir að vista og svo náðu ykkur skjöl, þannig að best að hafa þetta allt tilbúið. Og þá hérna kemur kostnaðaráætlun. Þá hengir hana við hérna. Ef þú ert ekki með kostnaðaráætlun, sérstaka, þá hakar við á ekki við. Ef þetta tengst ekki deiliskipulag, þá hakar hérna við á ekki við. Framkvæmdaleyfi. Deiliskipulag, þarf það að vera klárt eða má vera byrjað að vinna í? Spurningin er hvort að deiliskipulag þurfi að vera klárt. Það er alltaf gott ef þetta er framkvæmt, að deiliskipulagi sé búið þannig að við getum, að það sé og láti fylgja með fullklára deiliskipulag. Ef það er í auglýsingu og er á síðustu metrunum, það er oft tegist, lengst umsóknarferlið, þannig að þið náu ekki, það er aldrei, kannski næst ekki út árið, þannig að verkefni er ekki fyrir næst ekki á árinu. Þannig að það getur verið, já, þannig að það getur verið stundum. Deiliskipulag þetta er mjög langt ferli, þannig að það er kannski alltaf að sækja og með að tilgreina hvað það er. En það getur verið oft, það er miklu betra að þau séu búin og það er oft að all fylgigögn séu með ef þetta er bara framkvæmt. Að sækja deiliskipulagsgerð. Já, en sem sagt, allan að fyrri stjórn, hún var svona komin á það verklag að með sótt með allt í einu pakka, deiliskipulagið, hönnunina og framkvæmdina, að þá úthlutaði hann bara fyrir mögulega deiliskipulagsgerðinni.
Þess að reynslan sýnir, eins og Guðrún var að minnast á, að menn eru allt og bjartsýnir við gerð deiliskipulag tímarammann sem að það að taka. Sem sagt, ok, það samkvæmt lögum mögulega hægt að klára deiliskipulag á einhverjum 3-4 mánuðum. En það bara ekki reyndin. Reyndin svo að þau taka aldrei eiginlega minna en árið. Alveg sama hversu einföld og menn héldu þau væri í upphafi. Og þess vegna, sem sagt, ég myndi sem sagt ráðleggja allan að það sé skýrt fyrir sjóðinn að hann geti styrkt þá mögulega bara deiliskipulagsgerðina á undirbúningin fyrst þetta árið og svo koma ný umsókn framkvæmdina árinu á eftir. En ef að deiliskipulag hafið og á lokametrunum, þá ekki hægt að sækja í deiliskipulagsgerð. En þá kannski hægt að sækja í framkvæmdina? Já, ef deiliskipulaginu lokið. Og öll hönnunargögn liggja fyrir? Nei. Hvort það sé hægt að sækja í framkvæmdir og öll hönnunargögn liggja fyrir? Og það líka vera einhver stöður í ferli? Já, sjálfu sér sko ekkert sem útilokar þetta alveg. En hins vegar, sem sagt, bara staðreyndin svo og menn að horfa í þetta, almenna reglan svo að það úthlutað til 1 árs. Og ef menn að horfa fram á það að viðkomandi algjörlega óraunsær í tímarammaverkefnisins, svo muni jafnvel árum, að þá það ekki jákvætt fyrir verkefnið. Það ein spurning viðbútt. Sambandi við deiliskipulagsvinnuna, geta félaga eða íbúasamtök sótt styrk til deiliskipulagsvinnuna? Spurningin hvort að félagasamtök eða einkaaðilar geta sótt í deiliskipulagsgerð? Já. Með leyfi sveitarfélags, já. Og þá væri kannski skynsamlega, eins og það segir, að sækja ekki á samtíma og skipta upp á þá. Já, hvort það sé skipta því upp, það sem væri gott að sækja eða tilgreina ferli pakkan og óska bara eftir umbeðinni styrkupphæð í kannski fyrsta hluta sem væri það deiliskipulagsgerð. Svo myndi kannski næsta ári sækja í áfanga 2 sem væri framkvæmdin eða hönnunin eða þannig að þú veist, ef þeir tilgreini, ef þið skiptið þessu niður svona hnitskúri, þá þetta miklu skiljanlegra. Þá skilur stjórnin að þetta sé svona, já, þau eru með, þetta getur tekið langa tíma. Þannig að ekki kannski skila 2 umsóknum núna fyrir sama árið, önnur deiliskipulag og hinn fyrir. Þú getur látið þetta allt fylgja einum pakkanum, en skipt bara inn í umsókninni að þú ert bara að sækja umbeðin styrkupphæð bara í áfanga 1 sem þá deiliskipulagskostnaðurinn, sem þá bara brotabrót af framkvæmdinni sem oft, stundum sem oft getur verið kostnaðarmeira. En þannig að ég myndi sækjum, en tilgreina þú sért bara sækjum í þá fyrsta áfanga og hugmyndin að sækjum út af því eins og við sögðum áðan að deiliskipulag sem liggur fyrir, ef þú ert að sækjum í deiliskipulag þá verður að vinna inn að einhvers konar framkvæmd og framkvæmd þá á ferðamannastað. En þetta algjört skilyrði með deiliskipulag eða til dæmis væri ekki nóg að hafa samþykki skipulagsyfirvalda fyrir framkvæmdina? Það spurt hvort það sé ekki nóg að hafa samþykki skipulagsyfirvalda fyrir framkvæmdinni. Nei, í rauninni, það sem að við viljum fá, ef menn að bara sækja framkvæmdina sem slíka, það að það liggi, og ef að sú framkvæmd deiliskipulagsskyld, það ekki alla framkvæmdir deiliskipulagsskyldar. Eða byggir á deiliskipulagi. Stundum til dæmis aðalskipulag sem að dugar til þess að leyfa viðkomandi framkvæmd. Stundum það framkvæmd sem bara ekki skipulagsskyld yfir höfuð. En þá bara framkvæmd að leyfa að liggja fyrir á sveitarfélaginu? Já, til dæmis uppsetning skilta ekki deiliskipulagsskyld en þarf framkvæmdaleyfi frá landeigendum og sveitarfélagi. En sem sagt stjórn hefur stundum, fyrri stjórn hefur stundum metið að þannig að það væri yfirgnæfandi líkur á því að deiliskipulagið myndi klárast áður en að framkvæmdatíma kæmi.
sem sagt, ef að deiliskipulagið eru alveg á lokametran. Þannig að samt brent sig á því að hafa styrkt verkefni sem að hafa síðan rauninni ekki geta farið í gang af því að þetta loka skref sem að var eiginlega alveg örugglega komið, það tókst ekki að taka það í skipulagsgerðinni. Og þá sem sagt situm við uppi með rauninni styrk, það búið að taka frá peninga frá öðrum verkefnum í einhverja framkvæmd sem ekki hægt að fara í eða ekki strax. Og jafnvel er að tefjast kannski nokkur ár. Þannig að, já. Ég ætla að fara að klára þetta svo við en þá þetta bara þetta það sem að þarf að fylgja með og svo kemur nafnið og svo bara senda, byrja á vista umsóknina, þá vistast hún á ykkar og svo getið þið fara alltaf inn í þetta aftur og þá farið inn í umsóknina og svo bara senda og það eins og hann tilgreint aðan þá skila þetta 25. október á miðnætti. Til miðnættis 20. október og eftir það er ekki tekið við umsóknum. Í fyrra bárust nokkrar umsóknir eftir og það því miður ekki tekna með. Er þetta lagfæra umsóknir? Já, þú getur farið inn í og vista hana og svo ferðu aftur inn í þjónustugáttuna og opna hana bara aftur og farið yfir hana aftur. Svo bara muni að senda þá. Er það eftir umsóknarfresti? Nei. Hérna er það sýningu bara hvernig þetta er. Þetta er sem sagt einskráning hérna inn á þjónustugáttuna. Númer. Hérna er umsóknarflippin uppi, aðra megin og hérna umsóknum styrki frá náttúrsjóði. Þegar sóttur skal í umsóknum geta grein fyrir hver sækir fyrir reynslu, verkefni með hnitmiðri lýsingu, kostnaði við verkefnið og tengslum verkefnisins við náttúruvernd, öryggismál, ferðamanna, sjálfbærni, áherslu ráðherra og betri innviði eins og framkemur í gæðamati á matsblaði. Fylgiskjöl, eins og við sýndum okkur áðan, er mikilvægt að rétt fylgiskjöl og fylgi umsóknareðilblaðinu. Það er bæði auðveldar umsóknaryfirferðina og líka að það er jákvæðari áhrif á umsóknareðilblaði eða umsóknina. Muna að skriflegt samþykki alla landeiganda eða umsjónara staða og svæða þarf að fylgja ef þetta er fyrirhugað okkur öðru landi. Þetta er mjög mikilvægt. Umsjónareyðublaðið, það er sem sagt hannað með tilliti til gæðamatsins, spyr lykilspurningar fyrir gæðamatið, gefur kost á að byggja undir og rökstyðja fullyrðingar umsókn og lykillinn að úthlutun af verkefni er mikilvægt á annað borð. Þetta er bara svona, ef við sendum ykkur klárna þá bara fylgir svona yfirlit yfir umsjónarblaðið og þá ætla Hjörleifur að taka við og fara yfir gæðamatið. Sem sagt, eins og fyrir sagt, þá er gæðamat stjórnarinnar í rauninni, sem sagt, það er kjarninn í úrvinnslu stjórnarinnar og tillögu stjórnarinnar til ráðherra. Og í rauninni stig á gæðamatsblaði segja til forgang verkefnina í tillögugerðinni. Og svo er það í rauninni bara, hvað segja, fræðilega gætu allar umsóknir fengið styrk ef að til þess væri nógu miklir peningar á fjárlögum. En það sem að stigagjöfin gerir, hún raðar í rauninni öllum verkefnum í röð og það eru þá bara þau efstu, eitthvað x efstu, tekið sem dæmi í fyrra þá sóttu 247 verkefni og fengu 56. Þá eru það bara 56 verkefni með flest stigin. Og eins og við komum fram að þá er umsóknareyðublaðið hannað með gæðamatið í huga og spyr sérstaklega út í spurningar sem við viljum vita þegar verið að gæðameta. Og þessu viðkomandi núna í ár, áður en ég sýni ykkur sjálft blaðið, er
og það nýtt í lögunum sem að kom ekki fram glærunni þarna fyrst hjá mér, að laga það, að það nýtt í lögunum að ráðherra getur sett áherslu gagnvart stjórn og það var gert þá núna í fyrsta skipti að ráðherra bað að það yrði lögð áhersla á nýja ferðamannastaði eða ferðamannasegla sem dreifa ferðamönnum A. Svæði með fáum ferðamönnum og B. Á árstíð með fáum ferðamönnum. Og eins og þið sáu kannski áðan á umsóknarviðblaðinu, þá var sérstaklega spurt út í þetta. Og þetta í sjálfu sér eyðublaðið sjálft og þetta getið skoðað á netinu undir framkvæmdasjónum. Það sem sagt, og ég hvet ykkur til þess að gera það og efst, því kannski þetta alltaf smátt til þess að kannski þið séð þetta, en efst rauninni sko fyrir stjórnina sjálfa eða okkur að ákveða hvort þetta sé umsókn á ferðamannastað eða verðandi ferðamannastað. Og ef það kemur ekki X þarna efst, þá höldum við ekki lengra og gerum ekki gæðamatið. Svo þá það bara einfaldlega ekki styrkhæft. Og sem sagt og hvað segja í hérna dálkinu númer 2 gula og þá þurfa líka viðeigandi gögn að fylgja og hérna ef það bara nei þá mögulega förum við heldur ekkert út í gæðamatið. Það fer aðeins eftir í hversu umfangsmikil þessi vöntun ef hún bara minniháttar þá gagnvart rannsóknarskyldunni þá förum við aðeins að kíkja á það kannski að biðja fleiri eða skoða hvort það hægt sé að fá fleiri gögn eða betri. Svo sem sagt dálkurinn þar á eftir sjálf gæðaviðmiðin og þetta byrjar á sem sagt forgangi vegna náttúruverndar og hann allt upp í 15 stig og það að segja það hægt að leggja saman ef mann gera grein fyrir, ef ég bara lesa þetta, verkefni kemur í veg fyrir afturkræfar skemmdir á náttúru, verkefni kemur í veg fyrir stórfelldar og óafturkræfar skemmdir á náttúrunni og sem sagt fyrir það síðastnefnda geta menn fengið eitt og sér alveg þessan upp í 15 stig en það líka hægt að leggja saman sem sagt ef á staðnum bæði afturkræfar og óafturkræfar skemmdir þá leggst það saman. Það sama á í öryggismálunum sem líka með 15 stig að þar ef að verkefni kemur í veg fyrir bæði léttvæg og meðalalvarleg slys og svo mjög alvarleg slys að þá getur það semst lagst saman og maður geta mest fengið 15. Þetta semst skali hérna frá 0 upp í 70 og það var líka síðast skali frá 0 upp í 70 en það var aðeins öðruvísi og þá fengu verkefni sem fekk bara 38 stig og hérna það dugði að fá 24 til þess að fá styrk og það verður ekkert endilega eins núna en það sem að skipti máli að það sé samræmi í stigagjöfinni semst innra samræmi. Þannig að þetta ekki beinlega sambærilegt milli ára og þá komin að þriðja liðnum sem allt upp í 20 stig fyrir nýja ferðamannastæði samkvæmt áherslu ráðherra og hann fær mjög hátt hlutfall sem sagt miðað við til dæmis það sem var í gangi í fyrra. Í fyrra voru náttúruvernd og öryggismál með 20 stig hvort og forgangur vegna innviða 15 og sjálfbærni 15 og þau eru komin í 10 þessi tveir síðast nefndu þættir og hérna í staðinn komin þessi nýja áhersla. Það hins vegar aðeins hugsunin að nýjir ferðamannastæðir þeir svolítið kannski oft erfitt með að sýna fram á að þar sé öryggisvandamál eða náttúruskemmdir og þess vegna verður þetta að vera svona. Einhverjar spurningar? Hvað þetta var þar?
engar. Kannski kíkja aðeins í... Fyrirgefðu, kannski aðeins varðandi nýr segulóð sem dreifir ferðamannafjölda. Hvað nýr ferðamannastaður? Spurt hvað nýr ferðamannastaður? Og einfalda svar það sem að ferðamanni hafa ekki verið áður. Já, það þannig bara, sem sagt, alveg nýr. En ekki það að fólk sé aðeins búið að vera á þetta, spásamann byggjast upp? Nei, það sem að yfirleitt þegar við erum að tala segla, það var nú ekki orðalagi frá ráðherra en samt menn svona að hugsa það líka. Ef að það einhver algjörlega minni áttar ferðamennsku á svæðinu eða hugmyndin gengur út á það að stórefla hana á þessum einstaka stað, þá má náttúrulega skilja það sem nýjan ferðamannastað. Nýr ferðamannastaður, mér langar að spyrja, Eyjafjörður, hann stór. Ef það einhver svæði sem á afskipt, vantar ferðamenn inn á, kemur til greina að skilgreina Eyjafjörð sem mörg svæði eða Eyjafjörður skilgreindur sem eitt svæði? Það spurt hvort að Eyjafjörður sé skilgreindur sem eitt svæði eða einn ferðamannastaður. Það alveg örugglega þannig að Eyjafjörður ekki oftast ekki skilgreindur sem einn ferðamannastaður. Þannig að þú getur mögulega sagt að hann væri ferðamannasvæði en það sem að mun örugglega koma til álita það svona sæmileg þekking á því hvar ferðamennska veikari gagnvart landshlutum. Það til dæmis vitað að bara út frá talningum ferðamanna að flestir ferðamenn í Reykjavík og suður ströndinni, þar eftir vesturströndinni, og þeir eru þar í miklu betri dreifingu allan ársins hring heldur en til dæmis á Vestfjörðum eða Norðurlandi. Og það nú eina ástæðan fyrir því að það farið í þessa fundaröð sem við erum að fara í núna Vestfirði og Norðurland og Austurland. En suðurströndinni og vesturströndinni látin mæta ákveðnum afgangi í þessu samhengi og það í samræmi við áherslur ráðherra. Þar sem við metum það þannig að gagnvart ferðamannafjölda í landinu þá þetta veiksvæði fyrir. Þar sem við viljum kynna þessar áherslur ráðherra sérstaklega. Stefán ég, mér langar í sambandi við talningar, þau nefnir talningar, þá ég fá að vita hvort að talningar á ferðamannastöðum séu styrkhæfar, því að talning á byrjum ferðamannastaði eða ferðamannastöðum náttúrulega kannski forsenda fyrir því að aðalega vit í hvað þurfa að setja í uppbyggingu eða skipulag eða varnir gegn skemmdum á náttúru. Og ef að menn vita þetta ekki hvaða umferð hugsanlega á svæðinu eða verður á svæðinu, þá geta ekki búist til þess að verjast ágangi. Ef ég skil rétt spurningin styrkir framkvæmdasjóðurinn talningar og ég held að ég hafi svarað þér Stefán í tölvupósti. Já, ég nú spyr ég bara því að hópa hérna. Og ég ætla að endurtaka það svar. Og það bara þannig að fyrri stjórn taldi talningar til rannsókna og rannsóknir væri ekki á könnu sjóðsins. Þar sem hann væri framkvæmdasjóður og hann styrkti í rauninni bara undirbúning og hönnun að því marki sem að væri framkvæmdir. Nú aðeins óvissa hvað ný stjórn gerir eða leggur til við ráðherra. En sjálfur hef ég ekki verið að bara segja á þess að mín skoðun skipti öllu máli í því. Mér finnst það ekki líklegt að þetta verði talið sem nauðsynlegur undirbúningur framkvæmda. En það bara ein leið til þess að finna út af þessu og það að sækjum. Fleiri spurningar? Já, kannski jú. Það þarf þá ekki að rökstyðja neitt mikið að svæði hér, staðir hér séu
kaldir, af því að það er bara vitað. Sjálfsögðu það er spurt hvort það þurfa að rökstyðja hvort að svæðið hérna fyrir norðan sé kalt gagnvart ferðamönnum eða ekki. Jú, það þarf að rökstyðja allar fullyrðingar í umsóknum og sem sagt ef það er ekki gert að þá mögulega áttar stjórn sig ekki á samhengi hlutina. Það er einfaldlega þannig að Ísland er býsna stórt ferðamannaland með alveg ofsalega mikið af ferðamannastöðum og það er enginn einn maður eða hvað þá 4 manna stjórn sem er með einhverja yfirsýn fullkomna yfir hvað er í gangi á hvaða ferðamannastað eða nýjum ferðamannastað. Þannig að það þarf að rökstyðja allt. Ef að það er sérst forsenda til þess að skila inn fylgiskjölum og það er til dæmis ekkert óalgengt að með skila inn greinargerðum en auðvitað þarf að þetta vera markvisst eins og allar umsóknir. Ég ætla að sýna ykkur aðeins aftur á umsóknarreiðablaðið. Ég finn það hérna einhvers staðar. Hérna. Sem sagt, hérna er aftur komin í gæðamatið og hvað er nú bendillinn? Þannig að sem sagt, þið rennið hérna yfir spurningamarkið og þá fáið þið útskýringu á spurningunni og við gerum greinarmun á afturkræfum og óafturkræfum skemmdum og hérna við munum sýna ykkur eina mynd á eftir kannski af mununum en hérna þetta er bara svona dæmi. Það er ekki til algildur mælikvarði sem er viðurkenndur á öllum heiminum hvað eru afturkræfur og óafturkræfur skemmdir. Stjórnin setur sér viðmið hvað þetta varðar sem að gilda þá jafnt yfir allar umsóknir en hérna og það sem var í gangi fyrir að við settum muninn á afturkræfum og óafturkræfum óafturkræfur eru þær sem ekki verða samar á 80 árum af sjálfstöðum og það getur verið til dæmis allt sem hefur með jarðvegsrof að gera. Það getur verið utanvegakstur sem að leiði til jarðvegsrofs, það getur verið en þá teljum við til dæmis mosaskemmdir sem óafturkræfur einfaldlega vegna þess að þótt í millitíðinni séu konar leiði til þess að græða slíkt upp þá eru það svo rosalega kostnaðarsamar og erfiðar og tímafrekar að það er ekki álitið sem afturkræft. Bara á viðkomandi stað. Já, spurningin er hvort að þetta eigi við viðkomandi stað. Já, þetta er ekki öll umsóknin snýst staðinn sem þú ert að sækja og þar með matið líka. Og sem sagt ef við skoðum hérna að því að Guðrún var að haka hérna við þá er ég að afhaka hinn en það er sem sagt hægt að haka sem sagt hérna er boðið upp á útskýringu hvað þetta er en það sem er jafnvel mikilvægara er myndin. Við viljum gjarnan sjá að þetta sé í alvörunni á mynd og þú veist ef að þetta er vel undirbúin umsókn þá eigið þið fullt á myndum á þessum stað og hvernig hann lítur út og það er erfiðar aðeins í tilfelli öryggisins en það er samt hægt oft til dæmis þið getið tekið myndir af fólki í áhættuhegðun á viðkomandi ferðamannastað
og svo útskýrt það. Þannig að við vildum gjarna sjá meira af myndum. Það var mjög síðustu umsóknar, þá var umsóknarferli, það var boðið upp á þetta og það var býsna margir sem sleppti því. Svo, já, hérna við með þá áherslu ráðherra aftur og hérna bætt við og hérna fáið tækifæri til þess að tala hvers vegna að þetta verkefni nýtt og hvað það nýtt aðdráttarafl skiptir miklu máli og fjölbreytni í afþreyingu til dæmis ferðamanna skiptir Ísland sem ferðamannastað mjög miklu máli. Þannig að það svona ein af forsendum þess að talið mun verða talið til verkefni til tekna. Hérna bara beint spurt út í öðrum forgangi sem voru 10 stig grunnþjónustu og já, þarna aftur spurt það sama. Þetta ákveðin mistök bara frá okkur Guðrúnu að gleyma að taka þetta út. En þetta snýr að fötluðum aðgengi, bætir aðgengi fyrir alla. Það venjulega aðgengi fyrir alla, þá er mann að hugsa fallaða. Og það er mikilvægt í umsóknum að segja við hvaða staðal við ætlaði að miða. Það er til nokkrir mismunandi staðlar á aðgengi fyrir fallaða, sem sagt til dæmis hjá Ferðamálastofu í handbókum göngustíga. Þar sem var unnin í samræmi við skilgreiningar frá félagasamtökum eða hagsmunasamtökum fatlaðra. Það eru 3 skilgreiningar á göngustíg. Hvað eru lágmarks gæðið hans gagnvart mismunandi hópum fatlaðra. En það svo til fleiri. Það til einkafyrirtæki sem heitir Aðgengi fyrir alla sem býður upp á margar skilgreiningar. Það er bara að koma fram hvaða. Ekki skila með engri skilgreiningu og segja bara já, við ætlum að vera með aðgengi fyrir alla. En maður kannski að spá í nýjan ferðamannastað en ætlar að hafa þannig að veita aðgengi fyrir alla. Getur maður þá að hakka bæði? Það er spurt hvort að megi hakka bæði í gæðamati fyrir áherslu ráðherra, sem sagt nýja ferðamannastaði og annan forgang, og svarið er já. Og það er sem sagt samanlegur stigafjöldi úr öllum þessum þáttum. Sem sagt það er hægt að reyna það á einhvern hátt að samfara mennum að þetta sé mikið náttúruverndarverkefni þótt að sé á nýjum ferðamannastað og engar náttúruskemmdir eru til staðar. Það er þá bara snilld viðkomandi umsækjanda sem ræður árangri, en það er ekki fyrirfram útilokað. Og sjálfbærni, sem sagt, Guðrún var búin að koma inn á þetta, það er ótrúlega algengt, með þess að í umsóknum sveitarfélaga, að menn hafi ekki sett neitt þarna. Það er langalgengast að verkefni hafi einhver tengsl, þó að það sé ekki nema almenn tengsl við aðalskipulag. Koma þeim á framfæri, hvaða tengsl er þetta? Og í samræmi við hvaða almennu stefnumótun sveitarfélagsins er þetta verkefni? Og sem sagt, já, við erum að renna út af tíma og ég er líka að vera búinn. Svo er á að segja frá því að menn geta hvort að menn búi yfir umhverfisvottun, flokkun eða viðurkenndu gæðastjórnunarkerfi. Þetta getur verið alls konar vottanir og flokkunar, það getur verið vakin, ISO-staðlar, ýmsir, og
segja frá þeim. Og þetta getur verið fyrirtækið eða félagasamtökin eða sveitafélögin sem að búa yfir þessu. Verkefnið þarf ekki að vera endilega flokkað, en það er það kannski einhvað sem á eftir að koma og er ekki tilbúið undir flokkun eða vottun. En ef að viðkomandi svæði, nefnt sem að svæðisgarðurinn Snæfellsnes, að hann er með Earth-check vottun, það gefur stig og það hjálpar allt. Einhverjar spurningar áður en ég hætti þessu? Það er nokkuð að klára eftir. Já, myndirnar. Já, ég fyndi bendilinn. Hann er á heimiskjum. Og hvað? Verkefnið miða vistvæni hönnun og eða efnisvali sem berast þarna íslensk sögu, menningu, náttúru. Þarna er maður kannski ekki að vísa í neina staðlaða neitt en það er bara að fara rauk fyrir því ef maður telur svo það. Já, ég sem bara sleppa þessu, þetta eru framvindu og lokaskýrslur, það koma þá bara seinna, en við erum með háleit plönum að koma þessu inn í umsóknargátuna, hvernig sem það verður. Það er kannski bara að benda á svona reikning og myndir. Já, það er sem sagt þegar að skila þessum skýrslum að þá vantar iðulega bæði reikninga fyrir útlögum kostnaði og myndir af framkvæmdinni. Í rauninni skilgreinist þetta af samningnum sem er gerður verkefnið og ef mann er í vafa hverju að skila með loka- og framvinduskýrslum, skoða samninginn. Þetta er sem sagt eyðublaðis eins og er í dag og bara fara hratt yfir þetta. Einhverjar spurningar til þetta? Ert þú formaður þessar hóps sem að skila þessu til ráðherra? Nei, sem sagt, við Guðrún erum starfsmenn Ferðamálastofu sem sér stjórnsýslu framkvæmdasjóðs ferðamannastaða. Það er stjórn sjóðsins sem að í rauninni vinnur tillögu til ráðherra að hverju hljóta styrk og það er ráðherra sem úthlutar. Þannig að formlega höfum við Guðrún engin völd. Hvað er mikið í pottinum og hverjir eru stjórn? Það spurt hvað er mikið í pottinum. Það er sem sagt 800 milljónir samkvæmt fjárlaga áætluninni, en það er ákveðið í fjárlögum hver skipti, þannig að það liggur ekki fyrir. En önnur spurning, ég sé að ég endi mér núna að maður þarf að fara að setja eftir við sveitarstjórn og að ríða þetta með þeim fagmönnum og þá getum við ekki ráðgjöf þegar við erum að fylla út hjá ykkur. Það sé rétt gert. Ég er ekki vissum að sveitarstjórn geta alveg svarað öllu eða þeir fagmenn sem eru þar. Nú er spurt hvort að sé hægt að fá aðstoð og útfellingu umsóknarinnar af starfsmönnum Ferðamálastofu eða sveitarstjórnum. Ég held að það sé bara misjafnt eftir sveitarfélögum og þau eru mörg. Hvaða mögulega sum sveitarfélög eru með ferðamálafulltrúa eða atvinnumálafulltrúa sem sinna mögulega þessu sérstaklega að hjálpa mönnum. Það er atvinnuþróunarfélög, veit ég til dæmis í Þingeyjarsýslum sem að hefur hjálpað mönnum að gera umsóknir og ég veit ekki hvernig það er í atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar en ég vissi til þess að atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga að starfsmenn þar hjálpuðu mönnum sérstaklega við að gera umsóknir. En við svörum öllum fyrirspurnum hjá Ferðamálastofu en við erum ekki þeirri aðstöðu hvorki tíma til þess né í rauninni erum við, þá farum við að vera að beggja megin borðsins ef við farum að gera umsóknir fyrir umsækjendur. Ég ætla bara örstutt, við vorum svona búin með allavega svona hardcore. Er ekki til einhver peningar í sjónum frá fyrir tíð? Það er spurt hvort það sé til peningar í sjónum frá fyrir tíð. Svarið er já, þeir koma til endurúthlutunar í sjónum. Hins vegar er bara spurningi svo hvort að þeir sem er að gera fjárlög gerir sér grein fyrir því og til dæmis á þessu ári eftir að það tókst að fara í að ganga eftir gömlum styrkjum betur heldur en áður þá hefur verið að skila sér meira tilbaka í sjóðinn
af ónýttum peningum og ef að fjárlaganefnd eða fjármálaráðherra mun gera sér grein fyrir því að þá mun að öllum líkindum myndi ég giska á þá stilla það af við fjárlögin. Gefur kostur í reglugerðinni að úthluta umfram fjármuni sjóðsins yfirstjórn eins og það rætt? Það sérst, í rauninni stjórn sjóðsins, hún úthlutar ekki, heldur ráðherra sjálfur. Stjórn sjóðsins gerir bara tillögu. Þannig að ráðherra, hann úthlutar og hann mun alltaf úthluta í samræmi við fjárlög. Fleiri spurningar? Kannski þeir með eitthvað svona tölur, hvað mikið kemur tilbaka, hvað prósentur þetta ekki alltaf nýtast? Það spurt hvort það sé með einhverja tölur það sem að skilað aftur inn í sjóðinn. Nei, við erum ekki með tilbúnar tölur það, en af ýmsum ástæðum erum menn að skila inn verkefnum eða þau falla niður og það er ekkert mjög hátt hlutfall en það samt sem áður einhvað hverju ári og það í rauninni ef menn lendir þeirri stöðu á einhverjum ástæðum að þurfa að hætta við verkefni að þá þykir stjórn sjóðsins telur stjórn sjóðsins það mönnum til tekna að þið skilunum hratt og örugglega og það verður varpa bara jákvæðu ljósi á þann sem sækir þá næst. Við erum ekki eina lokum, þú talar að það ráðherra sem úthlutar, það fjármálaráðherra. Nei, það spurning hver úthluti ráðherra ferðamála eða fjármála og það ráðherra ferðamála. Já, og fjármála hann setur upphæðina, hann er ekki eignað. Það sett upphæð í fjárlögum og það gert af Alþingi. Já, örstutt kannski bara, ef einhverju runnir út af tíma þá það bara þannig, en ég með nokkra myndir af verkefnum sem að eru svona mörguleyti til fyrirmyndar og þetta Stórurð við Dýrfjöll og þeir fengu 3 styrki frekar en 4 á nokkra ára tímabili og þeir fengu fyrst í hönnun, rétt, og svo fengu þeir 2 sinnum í ákveðnar framkvæmdir og þetta endaði svona og fékk síðan 2016 umhverfisverðlaun Ferðamálastofu útsýnispall við Ófærufoss í Eldgjá. Kannski þeir sem eru nógu gamlir muni eftir að Ófærufoss var á öllum póstkortum fyrir 1995 minni mig að hann var með svona brú yfir sem að fjall en ennþá hann gríðarlega fallegur og þessi pallur fékk Vatnajökulsþjóðgarður úthlutað og afskaplega vel hefnaður. Hann í sjónskjóli fyrir göngufólki alla leið upp á fossun. Hann sést ekki fyrir nú kemur yfir smá hæð og þá blasir við sem sagt efri hluti fossins, ekki neðri hluti. Bjarnafoss í Staðarsveit, eins og þetta göngustígur, áningastaðir með svona áningaborðum og göngubrú. Þarna ákvað sveitarfélagið í samvinnu við landeigendur að reyna svona að verða undan þróuninni. Það var aðeins byrjaður ferðamannastraumur og ágangur við bæina sem við sáum kannski neðst á myndinni og það var ákveðið að gera þetta rétt áður en þetta færi úr böndunum og byggt bílastæði, göngustígur og afskaplega velheppnuð framkvæmd líka og í nokkrum áföngum og úthlutað til þeirra í sitthvoru laginu. Brimketill á Suðurnesjum sem í rauninni það til dæmis væri ágætis dæmi hvernig í rauninni búinn til svolítið nýr ferðamannastaður þar sem að opnar aðgengi að einhverju aðdráttarvölu sem þarna
í rauninni svona sjávarhver, gýs þarna í öldugangi upp, strókur. Hann er of hættulegur og erfiður til þess að menn fari í rauninni að honum nema á svona palli. Og það er svona allt í einu það sem hann var í rauninni lokað vegna þess að aðstæður voru svo erfiðar allt í einu opið. Eða sem sagt jafnt og allavega mögulega fyrir auðvitað það að vera ekki á veiku svæði að þá er hægt að skilgreina þetta sem nýjan ferðamannastað. Hérna er bara svona, þetta er frá Þingvöllum í apríl 2016 og þið sjáið að þarna er allt í drullu spaði og þetta metum við sem algjörlega afturkrafa skemmdir. Ekki vegna þess að þetta gras eigi endilega eftir að lifna við, heldur vegna þess að það er hægt að koma með samskonar gras bara og leggja þökur að leið og tíð skánar. Þannig að það er ekkert sem að trufla það að laga þetta 1, 2 og 3 einfalt, eða gæti lagast að sjálfu sér bara með því að það gerir eina girðingu. Hérna við Fjarðargljúfur og við Gljúfrabúa rétt við Seljalandsfoss þá erum við tvenns konar óafturkræfar skemmdir. Það er annars vegar er slitið á göngustígnum við Fjarðargljúfur orðið það mikið að það komið rof í þekjuna, gróðuþekjuna og það er byrjað vatnsrof og þegar vatnsrof er byrjað þá er jarðvegurinn að fara og það er yfirleitt óafturkræft eða getur orðið í þeim massa að verði algjörlega óafturkræft. Og eins við, ég veit ekki hvort það sést vel á myndinni, en þessi klettur er algjörlega mosavaxinn og bara því að menn sé að klifra í honum og þá hverfur mosinn. Ef þú myndir friðan þá myndi ekki vaxa upp mosi aftur, heldur grasgróður. Þannig að hann verður aldrei eins. Takk fyrir í dag. Endilega haldið áfram að spyrja. Við erum ekkert að flýta okkur við Guðrún. Það var bara ánægilegt að sjá okkur og ef það eru eitthvað spurningar þá getið þið sendt okkur e-mail eða eitthvað og við skrifum e-mailana ykkar á blöðin núna, þannig að hugsanlega sendur ykkur kynninguna eða... Já, það verður allavega hægt að nálgast kynninguna á vef Ferðamálastofu. Það verður hægt fyrir... Takk fyrir bókina.